Þetta viðskiptaþátturinn á Útvarpi Sögu. Viðskiptaþátturinn fyrir fólk í viðskiptalífinu. Velkomin í viðskiptaþáttinn mánudaginn 3. júní. Þátturinn í dag tilengaður markaðsmálum og markaðskönnunum. Eins og aðra mánudaga þá verða starfsmannamál einnig ofarlega á baugi en það einnig í tengslum við kannanir ýmiss konar. Við munum ræða hér við Ásdísi Jónsdóttur, sérfræðing í mælitækjum í starfsmannastjórnun hjá IMG. Það sem sagt næst á dagskrá. Þar á eftir ræðum við Sóley Tómasdóttur, rannsóknarstjóra ABS fjölmiðlahús og munum við heyra hvað hún hefur að segja hinar ýmsu rannsóknar aðferðir og ræddum við aðalega rýnihópa rannsóknir í þeim efnum. Þá fáum við til okkar Art Schalk, framkvæmdastjóra Outcome vefkannana og Davíð Stefánsson, framkvæmdastjóra vefs samskiptalausna, en þeir hafa einmitt verið að sérhæfa sig í netkönnunum og það talið vera framtíðin í þessum markaðsrannsóknum og markaðskönnunum. En Ásdís Jónsdóttir sest hérna hjá mér, velkomin. Takk fyrir. SHL fyrirtæki sem að IMG aðili að eða hvað? Nei, í samstarfi við. Hvað þetta? Við fundum fyrir einum 2 árum að okkur fannst vanta svona nýja vídd inn í mat á starfsmönnum, meira svona hlutlagt mat, það að segja. Okkur fannst vanta próf á íslenska viðmiðunarhópa til þess að nota próf og matstæki til þess að nota í starfsmannastjórnun. Og við fórum og könnuðum hverjir að gera, hverjir að bjóða upp eitthvað slíkt erlendis. Og í framhaldi af því komum við okkur í samband við þetta fyrirtæki sem heitir SHL, Saville and Holdsworth. Þetta voru 2 breskir vinnusálfræðinga sem stofnuðu þetta fyrirtæki á 8. áratugnum. Og þeir eru mjög kröftugir á þessum vettvangi. Erlendis eru staðsettir í 40 löndum og við erum nú búin að taka upp samskipt við þau og erum farin að vinna með þeim og höfum núna þýtt nokkur próf og staðlaðu fyrir íslenskan markað. Þetta eru þá próf sem að mæla hvað, persónuleika eða hæfni til samskipta eða hvað mæla þessi próf? Þetta eru ýmiss konar próf. Það sem við höfum verið að leggja áherslu á eru próf annars vegar persónuleikapróf og hins vegar svokallað 360 gráðu mat eða svona alhliða stjórnenda mat sem er ætlað svona toppstjórnendum til þess að svona meta þeirra frammistöðu eða svona meta svona þeirra hæfni í starfinu. Er það þá þessi stjórnendur sjálfur sem að taka ákvörðun að láta framkvæma þetta eða hvernig gengur þetta fyrir sig? Já, þá ertu að tala stjórnendamati. Já, þetta eru ákvörðunum sem eru teknar af forstjórum og framkvæmdastjórum og það mjög nauðsynlegt að þessar ákvörðunum séu teknar þar því að þetta svona próf af þessu tagi verður eða matsferli af þessu tagi verður að fá mikinn stuðning og því að þetta til þess að svona gangi upp og skili góðum árangri að þá verður það að verða stjórnendunir að fá stuðning úr umhverfinu frá fyrirtækinu, frá stjórnendum til þess að geta þroskast og þróast. Og hvernig fer þetta fram? Hvað segja niðurstöður svona prófa? Hvað segja þau stjórnendum? Svona alhliða stjórnendum að það fer þannig fram að stjórnandinn metur sig sjálfur á ákveðnum hæfnistáttum. Þetta tiltekna próf sem við erum með metur 36 hæfnistætti og það getur verið eins og hversu góður ert í að laða hæft starfsfólk af fyrirtækinu, til dæmis eða starfsmannastjóri, hversu góður ert í að sannfæra aðra, hversu góður ert í samskiptum, hefur tilfinningu fyrir fyrirtækinu, annarri starfsemi innan fyrirtækisins
og svo framvegis. Þetta eru þessi allt hæfnisþætti sem tengjast færni stjórnanda. Og það fer þannig fram að þú metur þig sjálfur. Yfirmaðurinn metur þig líka. Hvernig finnst honum þú verið að standa þig á þessum ákvörðunum þáttum. Undirmenn þínir meta þig og samstarfsmenn. Þannig að þú ert að fá mat, þú getur borið saman hvernig er mín hugmynd sjálfa mig. Þú getur borið það saman við hver er hugmynd annara á mér. Er ekki nokkuð auðvelt eða gerist það ekki að þetta geti komið á stað ágreiningi milli þeirra sem taka þátt í svona prófi? Ef að yfirmaður sér undirmenn sín að meta sig, óréttlátt hvað honum finnst, getur það ekki skapað vandræði? Eða koma slík dæmi upp? Það er auðvitað mjög, mjög mikilvægt að halda vel utan svona ferli. Það er að vísu þannig að stjórnandi sér ekki nákvæmlega hver svaraði, vegna þess að það eru fleiri, það eru yfirleitt kannski 4-5 undirmenn, 3-5, 3-6 sem að eru standa baki einhverjum meðaltali, þannig að hann getur ekki séð Jón, hún fannst ég lélegur þarna og farið svo að ofsækja hann, en það er auðvitað mjög, mjög gríðarlega mikilvægt að það sé vilji allstaðar frá toppstjórnendum að fylgja þessu eftir og gera þetta vel og halda vel utan þetta. Jú. Þetta er sem sagt metur 36 hæfnisþætti. Eru til fleiri tegundir prófa sem þið eru með? Já, við erum til dæmis að bjóða upp á, við erum að bjóða upp á 2 konar persónuleikapróf. Það er annars vegar próf sem er fyrir stjórnendur og sérfræðinga og það er próf sem metur 32 svona eiginleika. Og svo annað sem er svona sérhæft fyrir fólk sem er í miklum samskiptum við viðskiptavinni, sölumenn, fólk móttöku símverslu og allt frá í raun og veru allt frá hefðbundnum sölumenn, jafnvel kassafólki og alveg upp í jafnvel til dæmis þjónustufulltrúi í banka eða jafnvel viðskiptatengla í bönkunum. Þetta er sem að spanna bara alla þessar sem að þurfa að vera í miklu samskiptum við viðskiptavinni. En persónuleiki, er það þá einhvað sem er hægt að mæla persónuleika? Er þetta ekki einhvað bara sem að menn sjá í mannlegum samskiptum? Er til mæli eining sem að mælir þetta? Já, það er hægt að mæla persónuleika. Það er auðvitað þannig að manneskjan er flókin og ef við erum að tökum sem dæmi þegar við notum svona próf í ráðningum, að okkar markmið eru auðvitað að reyna að finna þá sem að úr hópi umsækjenda sem að eru líklegasti til að standa sig vel. Því að það er fólki sem skilar okkur mestu. Og það er hægt að mæla persónuleika. Við erum að vísu auðvitað, erum við að setja manneskjuna, við erum að í raun og veru búa til tölugildi yfir ýmsa þætti sem eru býsna flóknir og vitum það alveg og geta auðvitað að einhverju leyti breyst, en það er samt þannig að persónuleiki er mjög stöðugur yfir tíma og góð próf, þau komast býsna langt með þetta. Getur þú nefnt okkur dæmi aðferðir eða spurningar sem eru lagðar fyrir þá sem er verið að kanna? Já, það er ef við tökum sér dæmi sannfæringu sem er einn af þessu þáttum til dæmis þetta próf sem við erum með mælir svona sannfæringamátt sem þetta skiptir miklu máli, ekki bara í sölu heldur líka í allri stjórninu vegna þess að stjórnendur sem hafa sannfæringakraft þeim gengur betur að fá fólk til að vinna með sér og bak við þetta það eru 13 spurningar sem í prófunu sem að meta bara sannfæringarmátt og ég get tekið sem dæmi ég man þetta náttúrulega ekki nákvæmlega en ég hef gaman á að sannfæra aðra getur verið ein spurning hvað það áttir. Og ef að menn hafa gaman af því eru þeir þá betri að sannfæra aðra?
Nei, kannski ekki endilega tengslar á milli. Jú, sko, það eru margar spurningar, það er ekki nóg ansvari já og þessari til þess að fá endilega hátt eða til þess að koma þannig út að hann sé sannfærandi en auðvitað spilar það inn í að menn hafi gaman af sannfæraðar að það spilar inn í það að vera sannfærandi. Já. Þessi próf, þetta, þú talar umsækjendur, þetta aðalega nota fyrir ráðningar eða er hægt að nota þetta í svona daglegu starfi fyrirtækja? Já, við notum þetta í hvort-tveggja. Það er að segja, persónuleika próf henta mjög vel, bæði í ráðningum og eins í starfsþróun. Við vinnum með ráðningaþjónustu mannafls. Þar fara allir stjórnendur, allir sem sé kandidatar í stjórnunarstörf eða störfsérfræðinga fara gegnum próf hjá okkur. Þannig að við erum í raun og veru komið alveg nýja vídd inn í ráðningaferlið og auka mjög mikið upplýsingarnar sem að okkar viðskiptavinir fá. Svo er aftur hægt að nota þetta líka þegar þú ert að skoða þinn hóp innan hús, hvaða hæfni eða hvaða þessi eiginleika er ég með, hvernig fólk er ég með, þú vilt kortleggja það, hvað einkennir mína starfsmenn sem er á árangri, af hverju er þessir á árangri, ekki þessir. Skilur, það er að nota þetta og það er að nota þetta til þess að styrkja þennan hóp og þessa einstaklinga sem þú ert með. Það er líka, og við höfum gert það, við höfum notað þetta ef upp kemur til dæmis krísa, þú ert til dæmis með stjórnanda sem er ekki ná árangri og það eru þetta ekki bara stjórnandinn sem þarf verið að taka inn í hópin líka, hvers vegna er hann ekki ná árangri, það getur verið samskipti í hópnu, það getur verið fyrirtækin, menningin og margir þættir og það eru þetta greiðlega sterkt hjá fyrirtækjum að reyna að leysa svona ágreining og hjálpa fólki að taka ná skrefinu lengra því að það eru þetta bara auðveldlega að losa sig fólk. Akkurat. En ef við tökum sem dæmi þetta próf sem að byggist á mælingu 36 hæfnisþátta, niðurstöður slíkra prófa, hvað geta þær gefið stjórnendum? Hvað er gert við þessa niðurstöður? Þá ertu að tala þetta 360 gráðu mat eða þetta sem við vorum að tala áðan. Þetta eru mjög kraftmikla niðurstöður, þetta orðað þannig. Það er að segja að það er stjórnandi sem fer í gegnum svona mat hjá okkur. Hann fær í hendunar 100 blaðsíðna skýrslu bara sig. Gríðarlega miklar upplýsingar. Og hann fær í raun og veru hugmyndum hvar eru mínir styrkleikar og eftir líka ákveðnum hópum. Það getur vel verið að undirmönnum mínum finnist ég góður í þessu en hvert yfirmanni mínum er ég það ekki. Þannig að það sem við hjálpum fólk gera er að kortleggja svolítið hvar er ég sterkur, hvað gerir mjög góðan í þessu starfi og hvað get ég svo aftur gert til þess að verða betri. Og mér finnst ég kannski ægilega góður í einhverju og mér finnst ég ægilega góður í að sannfæra. Svo kemur bara í ljósa undirmönnunum mínum finnst það ekkert. Og þetta eru mjög mikilvægar upplýsingar og svo er það annað mál. Er ég tilbúin að vinna með þessa niðurstöður? Því það getur verið erfitt að taka við þessu og að vinna með þetta. Og þar kemur inn í þetta að fyrirtæki verður að styðja vel við fólk. Verður að hafa þannig umhverfi að það bjóði upp á fólk þroskist í starfi og þróist. Það verður að fylgja þessu vel eftir því að það er kannski helsta hættan við þegar menn fara út í svona prósess að leggja svona mat á sína stjórnendur. Að menn séu svo aftur tilbúnir að takast á þessar niðurstöður. Er ekki einmitt hætt við því að fólk sé reynilega hrætt við að fara í gegnum svona próf, að það sé hrætt við að kom eitthvað fram sem að jafnvel gæti ósaka það að þeim sé ekki stætt á því að vera í þessu starfi lengur eða eitthvað svoleiðis. Er þáttakendur hljóta að vera eitthvað skelkaðir eða hvað? Já, auðvitað eru menn hrættir misjafnlega hrættir. Flestir sjá þetta mjög jákvætt. Ég meina, þetta er það sem stjórnendur eru að kalla eftir.
það oft kalt á toppnum eins og maður segir og það líka þannig á Íslandi, við erum ekkit alltaf fólk ekki alltaf að segja hvert öðru, mér finnst þetta, svona þú stendur vel þarna og svo framvegis, þannig að stjórnendur kalla mjög mikið eftir þessu, þeim finnst það vanta endurgjöf, það vantar að vita hvað get ég gert, þannig flestir eru mjög jákvæðir og sjá þetta mjög jákvæðir ljósi. Hins vegar það mjög misjætt hvernig svona niðurstöður eru notaðar. Það þetta fer eftir markmiðum fyrirtækisins. Það hægt að nota svona niðurstöður til þess að taka stjórnunlegar ákvarðanir. Það hægt að nota þetta og segja, þú ert ekki standað nógu vel hér og taka það ákvarðanir út frá því. Og auðvitað, ef það notað í þessum tilgangi, þá vekur það meiri ótta og það hefur líka meiri áhrif það á niðurstöðnar. Ef ég undirmaður einhvers, þá vil ég ekki að hann verði hugsanlega settur úr starfi af því ég mat hann svo illa, þannig ég kannski hef tilhneigingu til þess að meta hann hærra heldur en mér finnst í raun. Þannig að það getur haft áhrif á niðurstöðnar. Við hins vegar höfum þau fyrirtæki sem við höfum verið að vinna með hafa fyrst og næst nota þetta til þess að hjálpa sem stjórnendum að þroskast og þróast, þannig að þeir sjálfur fara yfir niðurstöðnar og kannski þeirra yfirmenn eða einhver ráðgjafi innan fyrirtækisins og við leggjum þá áherslu á að það ríki trúnaður og þetta sé fyrst og fremst fyrir þá til þess að þroskast og þróa sig. Allt þetta sem sagt gert til að bæta innra starf og bæta sig í sínu starfi. Akkúrat. Ásdís Jónsdóttir, sérfræðingur í mælitækjum hjá IMG. Ég þakkaði fyrir komuna í viðskiptaþáttinn. Þetta var ágætis svona yfirferð á þau mælitæki sem að nota má í starfsmannastjórnum. Eftir örskamma stund munum við heyra í Sóley Tómasdóttur, rannsóknarstjóra hjá ABS fjölmiðlahúsi. Þetta viðskiptaþátturinn á Útvarpi Sögu. Viðskiptaþátturinn fyrir fólk í viðskiptalífinu. Hjá mér sest Sóley Tómasdóttir, rannsóknarstjóri ABS fjölmiðlahús. Velkomin í viðskiptaþáttinn, Sóley. Takk fyrir. Við erum að velta fyrir okkur rannsóknaraðferðum eða aðferðum við markaðsrannsóknir. Eru tískusveiflur í slíkum aðferðum? Já, ég myndi segja það. Ég veit ekki svo sem hvort þetta kallaði tískusveiflur eða hvort þetta kallaði bara eðlilega þróun. Náttúrulega markaðsrannsóknir ekkert ofsalega gömul grein. Þær hafa verið í mjög örri þróun og að sjálfsögðu koma upp svona aðferðir sem eru vinsælar eða svona bólur sem að kannski springa og kannski ekki. Hvað er það svona sem að nýtur mestra vinsælda en þessa mundir? Hefur stúderað það? Ég hef svo sem ekki stúderað það en ég myndi segja að það er náttúrulega hefðbundnar spurningakannanir gegnum síma eru sennilega langvinsælasta formið til að framkvæma slíkar rannsóknir en rýnihóparannsóknir hafa verið að öðlast mun meiri vinsældir núna upp á síðkastið en þær höfðu gegnum tíðina eða já. Og hvernig fara, við vitum nú hvernig símakannanir svona nokkurn veginn eru framkvæmdar en hvernig með svona rýnihóparannsókn, hvernig fer svoleiðis rannsókn fram? Það er kannski aðalmunurinn á rýnihóparannsóknum og hefðbundnum spurningakönnunum í gegnum síma byggir á hugmyndafræðina á bak við rannsóknirnar. Það er ekki verið að leita eftir samskonar upplýsingum og það er bara allt annað sem að verið að gera í rauninni. Við erum ekki að fá fram viðhorf fólks með beinum spurningum, heldur erum við að reyna að öðlast dýpri innsýn í skoðanir eða tilfinningar fólks gagnvart annarkvort vöru eða þjónustu eða lífi eða einhverju sem hefur komið fyrir það gegnum tíðina. Og slíkt gerir maður ekkert með því að spurja ertu mjög eða frekar hlindur eða andvígur einhverju. Það maður að gera með svona meiri opnari spurningum og það er náttúrulega hægt að taka bara einstaklingsviðtöl en rýnihóparannsóknir hafa verið mjög sniðugar til dæmis í svona markaðsrannsóknum að fá viðhorf gagnvart vöru eða þjónustu vegna þess að það myndast oft mjög skemmtileg dýnamík að maður velur hópinn vel
og þannig má ná fram alveg gullvegum upplýsingum sem alls ekki nást fram með öðrum hætti. Þannig að þáttakendur í rýnihóparannsókn eru valdir á kerfisbundin hátt en eftir því hvað einkennið á en ekki á handahófskenndan hátt eða hvað? Já, auðvitað, það mjög oft gert að velja að hafa tilviljunarúrtak í rýnihóparannsóknum. Ég veit ekki hversu margir eru sammála mér en ég held að það sé ekki rétt aðferð. Nei. Ég held að það skipti ofsalega miklu máli að hafa það fólk sem skiptir okkur máli í hópnum. Að það sé, ef við ætlum að fá viðhorf til einhverjar ákveðina vöru, þá verður að vera markhópur vörunar sem við erum að tala við eða fólki sem vill ekki vöruna eða við verðum að fá það fólk sem getur sagt okkur það sem við þurfum að vita. Jafnvel blanda saman þú tókst þarna dæmi fólk sem vill ekki vöruna og markhóp vörunar, jafnvel hægt að blanda saman slíkum einstaklingum í sama hópin eða eftir því hvernig maður skipar þennan hóp hljóta niðurstöður að verða í takt við það? Já, þetta mikil kunst og þetta ekki eitthvað sem maður getur gert í rauninni bara á færibandi. Það þarf að hugsa hvern rýnihóp eða hverja rýnihópa rannsókn frá grunni og miða alla framkvæmdina við efni rannsóknarinnar og það alveg vel hægt og í mörgum tilfellum blanda maður saman þeim sem að neyta vörunar og þeir sem ekki neyta vörunar. Það fyrir eftir bara hvernig, ef ég vil fá mjög harðar deilur í rauninni vöruna, þá get ég gert það. Ef ég vil fá bara já og amen, þá get ég líka gert það. Ég get líka fengið neikvæð viðhorf. Þannig að það skiptir greinilega miklu máli að vera meðvitaður með hvaða markmið maður fer af stað með svona rannsókn. Já, það grundvallaratriði. Hvað með hún hefur augljóslega einhverja kosti þessi rýnihópa rannsókn eða svo aðferð en gallar á aðferðinni, eru þeir einhverjir sem að vera að telja upp? Ekki að mínu mati, en jú, það ofsalega margir sem að finnst þetta að vera meingölluð aðferð. Ég held að það sé aðalega kannski vegna þess að það er oft miklir gallar á framkvæmdinni á þessum rannsóknum og eins og ég sagði, það er ofsalega mikil kunst að gera þetta svo vel sé og það má alls ekki líta á þetta sem einhverja míniútgáfu af spurningavagni eða á einhvern hátt sambærilegt við megindlega könnun sem er kvantitatív könnun byggir á stærra úrtaki. Það er ekki hægt að líkja þessum aðferðum saman, maður getur ekki gert rýnihóparannsókn sem í staðinn fyrir stærri og dýrari könnun. En uppfylla þær sömu skilyrði, það er að segja nærmaður, maður nær ekki það eru aðrar aðstæður sem að ráða því að maður framkvæmir rýnihóparannsókn heldur en stærri könnun eða hvað? Já, það er ekki, markmiðið með rýnihóparannsókn er ekki að alhæfa það hvað markaðurinn eða þýðið, eins og við kallum það hefur vöruna að segja, heldur að fá bara innsýn frá fólki sem við treystum. Og þær skoðanir eða þau viðhorf sem að koma fram í rýnihóparannsóknum, það er algjörlega á þína ábyrgð hvort þú tekur mark á þeim eða ekki. Það er ekkert sem að segir að þetta sé endilega það sem að öllum finnst, en þú getur fengið þarna komment, þú getur séð, já, veitum að vera með blátt letur í þessu, auðvitað ég hafði ekki hugsað út í það. Það er mjög smart, en það er ekki þar með að öllum finnast það smart. Og til dæmis í þeim bransar sem ég er að vinna í auglýsingabransanum að þá er ofsalega hættulegt að nota þetta sem aðferð til þess að segja af eða á með auglýsingaherferð. Það er ekki markmiðið að segja hvort að auglýsingaherferðin virkar eða virkar ekki. Markmiðið er að fá athugasemdir hvað mætti lagfæra eða breyta eða gera öðruvísi og þá verður við að hafa dómgreind til þess að skilja á milli hvað okkur finnst réttmætar athugasemdir og hvað ekki. Þannig að það mætti til að mynda nota þetta við vöruþróun eða eitthvað slíkt? Já, mjög sniðugt að nota við slíkt. En quantitative og qualitative, það er að segja megindlegar og eigindlegar rannsóknar aðferðir. Hver er helsti munurinn á þessu? Megindlegar rannsóknar aðferðir eða kvantitatívar aðferðir, þær byggja á því að við tökum lítið úrtak úr til dæmis fólki á kosningaaldri, tökum 1000 manns og svo alhæfum við út frá þessum svörum það hvað aðrir í þýðinu myndu segja og við getum með nokkur vissu sagt til hvað almenningi finnst eða
viðhorf almennings. En í rýnihópa, eða í eiginlegum rannsóknum, að þá verið að, eins og ég sagði, verið að dýpka innsýn í einhver ákveðin málefni. Þetta ofsalega oft notað í rannsóknum á minnihlutahópum eða rannsóknum á hópum sem eru kannski aðeins öðruvísi heldur en svona hinn hefðbundni hópur, og það aldrei markmið að alhæfa einhvern annan einstakling en þann sem að viðtalið var tekið við. Þannig að þetta eru gjör ólíkar aðferðir. Já. Má blanda þeim saman er hægt að nota í sömu rannsókninni bæði sem sagt megindlegar og eigindlegar rannsóknir? Já, það eiginlega mjög sniðugt bara í mjög mörgum tilfellum. Oft höfum við notað rýnihóparannsóknir bæði fyrir og eftir megindlega rannsókn, eða, já, náttúrulega hægt að nota, það til fleiri aðferðir við eigindlega rannsóknir en rýnihóparannsóknir, en þessar eru langa algengastar. Það má til dæmis, ef við ætlum að fara út í spurningakönnun og erum ekki alveg viss hvernig spurningarnar eiga að vera, hvaða upplýsingar það eru sem við þurfum að ná fram, það ofsalega gott að byrja í rýnihóp og sjá hvað rýnihópurinn hefur vöruna eða þjónustuna eða viðhorfuna að segja og móta svo spurningarlista upp úr því. Eins má vera framkvæma rýnihóparannsókn til þess að túlka niðurstöður megindlegra rannsókna. Það er oft sem að maður skilur ekki af hverju svo stórt hluti segist það jákvæður eða neikvæður gagnvart einhverju. Það er hægt að fá svona svolítið einsýn í þau svör. Hvað með markaðsrannsóknir hér á Íslandi? Er þeim svipað háttað hér og annar staðar? Eru við að standa okkur betur eða verr en aðrar þjóðir? Ég held að standa okkur þokkalega vel, svona miða við höfðatölu, eins og allt annars mislingar gera. Það er náttúrulega, markaðsrannsóknir og þá sérstaklega megindlegar aðferðir. Það er byggja á því að við tökum úrtak og alhæfum út frá því þýði. Málið er að það kostar jafn mikið, við þurfum að ná í 1000 einstaklinga og sama hátt og Bandaríkjamenn þurfa að ná í 1000 einstaklinga til að alhæfa jafn stórt þýði. Þannig að hlutfallslega er miklu ódýrara fyrir Bandaríkjamenn að gera megindlega rannsókn heldur en fyrir Íslendinga og það hefur háð okkur svolítið. Við þurfum alltaf, til dæmis í auglýsingabransanum sem við vitnum eftir í hana, þá erum við með ákveðið budget í eina herferð og við þurfum að taka miklu stærri hluta af budgetinu í markaðsrannsóknir heldur en Kanarnir þurfa að gera eða Bretarnir eða einhverjir aðrir. Og hefur þetta jafnvel verið að hamla fyrirtækjum að framkvæma svona rannsóknir? Já, ég held að þetta gerir það verkum að við getum ekki rannsakað eins og útlendingarnir eru að gera. Það er bara... En ef við snúum aftur að rýnihóparannsókn, hún hlýtur nú að vera ódýrar í framkvæmd heldur en stór spurningakönnun? Nei, ég held það fer svo rosalega mikið eftir efni og aðstæðum hverju sinni. Ég held að það er hægt að gera rándýra rýnihóparannsókn, það er líka hægt að gera mjög ódýra spurningavagn. Eitt sem ég er svolítið velt fyrir mér með rýnihóparannsóknir, það er þegar einstaklingar eru valdir í þetta, er þetta bara Jón á götunni sem að getur verið valinn eða? Já, hann gæti alveg verið það. Oftast er þetta nú kannski gert með öðrum hætti. Ég persónlega vil helst hafa fólk sem að tengist vörumerkinu mjög mikið og ég hef bara beitt mjög misjöfnum aðferðum við að nálgast það. Það hefur verið menntaskólakrakkar eða verið neytendur ákveðna vörðu og við jafnvel farið út í sjoppu og beðið afgreiðslufólki að hóa í fólk sem að kaupir ákveðna vörur eða það eru ýmsar aðferðir sem hægt er að beita. Hvernig með þóknanir og fleira, er þessu fólki greitt fyrir þátttökur sína? Já, yfirleitt, það er nú ekkert, þetta er engar stórar summur, þetta er bara kannski út að borða eða ostakarfa eða rauðinsflaska eða eitthvað þess. Fólk sem að kemur að svona rannsóknum eða við framkvæmd svona rannsókna þá skiptir máli er það ekki að gera þetta á kerfisbundin hátt, það er að segja í takt við þá aðferðafræði sem aðferðin er mjög mikilvæg sem að beittir. Það er ekki nóg að hóa bara saman einhverjum 8 manns eða utan á götu og láta þau tala saman í klukkutíma eða svo. Nei, það skiptir alveg ofboðslega miklu máli að framkvæmda aðilinn sé vel
inn í hugmyndafræði rannsóknarna. Ég held að sko, það sé alveg lykilatriði að hugmyndafræðin á baku rannsóknarna sé algjörlega á hreinu. Að maður fari ekki að þetta sé ekki spurt af blaði og ekki sagt já eða nei. Það þarf að fá ítarlegar upplýsingar og það þarf að spurja með þeim hætti að þessar upplýsingar komi fram, að fólk sé ekki að svara mjög eða frekar eða já eða nei eins og segði. Já, og hérna, ég held að þessu sé svolítið ábótavant almennt í framkvæmd rýnióparannsókna á Íslandi og þar af leiðandi höfum við fengið aldrei neikvætt viðhorf gagnvart þessum rannsóknum hérna að sko, fólk hefur verið að fá kannski of einfaldar niðurstöður úr svona hópum og hérna. Þetta lítur að fylgja þessu heilmikil úrvinnsla og túlkun eða hvað? Já, og það svo annað sem að skiptir líka ofsalega miklu máli. Það að hérna ná kreista hvern dropa út úr upplýsingunum. Að birta ekki bara niðurstöðurnar eins og þeir koma fyrir, viðtölin eins og þeir koma fyrir eða einhverja kvóta, heldur að túlka hvað fólkið að meina með þessu. Og svo getur náttúrulega hverjum sýnst sitt það, hvernig á að túlka þetta, en það skiptir óslega miklu máli að þetta sé túlkað á sem dýrmætastan hátt fyrir viðskiptavinina. Við vorum að tala hérna í byrjun hvort það væru tískusveiflur í rannsóknar aðferðum. Einhverjar nýjar aðferðir við markaðsrannsóknir og mælingar að koma fram á sjónarsvið sem hafa ekki þekkst áður? Já, það tölvupóstur orðin, eða svona að koma fram á sjónarsviði núna sem þægileg leið við framkvæmd á megindlegum könnunum og svolítið, eða kemur í framtíðinni sennilega til með að leysa svolítið símakannanir á hólmi. Að fólk í ríkari mæliferð að streika sig út af símalistum. Ég held að ég þori ekki alveg að fara með að 60-70% þjóðarinnar sem eru eftir á þessum símalistum, sem ekkert ofsalega mikið og má draga ályktanir það, eða má ætla sem svo að þeir sem má hringi séu mjög eða töluvert frábrugðnir þeim sem ekki má hringja í. Og það það sem að fólk hefur verið að tala með tölvupóst líka, að þeir sem hafi tölvupóst séu frábrugðnir þeim sem ekki hafi tölvupóst. En núna þegar að tæplega 90% landsmanna hafa aðgang á tölvupósti og hægt að nálgast þá kannski orðið réttara að beita þeirri aðferð heldur en henni. En þetta samt í þróun, það eru ýmsir svona, já, það mjög margt að gerast í þessu. Ég hugsa samt á næstu árum muni þetta vera það sem kom mun. Fólk ekki meira gjarnt á að ekki auðveldara fyrir fólk að segja nei ef það fær tölvupóst en þegar það fær símtal? Jú, en það líka auðveldara að segja já, það auðveldara að svara. Þú færð bara tölvupóstinu og hakar í fjóra spurningar og sendi það svo tilbaka í staðinn fyrir að vera að svara á kvöldmatartíma einhverjum spurningalista í gegnum síma sem þú hefur engan áhuga. Þannig að netið og tölvuvæðing mun spila stóra rullu í framtíðinni hvað markaðsrannsóknir varðar? Já, ég hef trú á því. Veistu til þess að slíkar kannanir séu mikið notaðar hérlendis nú orðið? Já, þær eru notaðar en það svolítið eftir að safna saman marktæku eða góðu þýði til þess að hægt sé að taka almennileg úrtök úr í þessu. Hagstofan hefur náttúrulega símanúmeralista sem við hefum keypt úrtök úr en það ekkert slikt til yfir tölvupóstu, þannig að það svona helsti gallinn en þeir sem að hafa góða lista, tölvupóstlista yfir þá sem þeir þurfa að ná í eins og viðskiptamannalista eða eitthvað þess áttar, þá vel hægt að senda út tölvupóst á það fólk og það gert í mjög ríkum mæli í dag og að aukast mjög mikið. Það eru þá listar sem að viðskiptavinir hafa látið upp í netfang sitt af fúsum og frjálsum vilja? Já, skólar hafa notað þetta til þess að senda á nemendur sína kannanir í svona innra mati og þess áttar og já, viðskiptamannalistar og ég man ekki fleiri ögnblikinn. Nú var ákveðin umræða það hérna fyrir nokkrum árum síðan og kemur upp alltaf annað veifið varðandi það að selja svona póstlista og fleira siðferðislegt réttmæti í slíku. Er bannað að selja tölvupóstlista á milli fyrirtækja?
Já, það held ég tvímælalaust, já, ég held það. En það sem ekki bannað að safna þeim sjálfur. Þú getur safna tölvupósti eins og þú vilt. Þú mátt senda út á fólk með því skilyrði að þú hafir klausu neðst sem að segir að þú viljir ekki vera á þessum lista þá þurfur að láta vita og þá ferði ekki fleiri pósta. Þannig að lögin taka á þessum málum. Já. Akkurat. Já, það rýnihópa rannsóknir sem að njóta mikill af vinsælda núna, greinilega, og þú mælir með þeirri aðferð sjálf? Það fer alltaf eftir því hvert viðfangsefnið og hvað upplýsingar þarf að fá. Það eiginlega ekki, já, ef það eru frábært tól þegar það eiga við, alveg frábært, en algjörlega vonlausar þegar það eiga ekki við. Akkurat. Sóley Tómasdóttir, rannsóknarstjóri ABS Fjölmiðlahús, ég þakka þér fyrir komuna í Viðskiptaþáttinn. Takk. Þetta Viðskiptaþátturinn á Útvarpi Sögu. Viðskiptaþátturinn fyrir fólk í viðskiptalífinu. Já, við ætlum að halda áfram umræðu kannanir, að þessu sinni netkannanir og vefkannanir. Þeir eru sestir hér hjá mér í Viðskiptaþáttinn Art Schalk, framkvæmdastjóri Outcome vefkannana, og Davíð Stefánsson, framkvæmdastjóri Vefs samskiptalausna. Velkomnir. Takk. Vefur samskiptalausnir sem sagt móðurfyrirtæki eða fyrirtæki á bakvið Outcome. Passar. Það fyrirtæki sem stofnað 1997, landsbyggðarfyrirtæki, stofnað af einstaklingum á Suðurlandi, en síðan færum við út kvíarnar suður og nú störfum við á 2 stöðum. Það hjá okkur starfandi 16 manns, í sumar gerir ráð fyrir það verður 18 einstaklingar og sem sé hluti af starfsemi Vefs eru vefkannir, keyra undir nafninu Outcome. Og það eitthvað vörumerki sem að þið hafi verið að þróa. Passar. Og Art Schalk sér vefkannina hlutan. Hvað er þetta gamalt verkefni, Art? Sko, þróun á þessi gerfi byrjaði hérna fyrir svona 12-15 mánuð síðan en við byrjum ekki að markasetja hérna Outcome vefkannana gerfið per se fyrir enn í janúar 2002. Þannig að þetta í rauninni gamalt verkefni, hefur tekið mikið þróunatíma, en þetta búin að vera á markaðin síðan í janúar. Hafði skapast þörf fyrir svona kerfi á markaðinum? Já, tvímælalaust. Hingað til, þá var ekki svoleiðis kerfi til á Íslandi sem gaf séð kannanir frá A til Ö. Í okkar kerfi þá getur viðskiptavina búið til spurningar, tengja póstlistar, gera kannanir bara frá A til Ö vegna þess að nýðstöður liggja strax fyrir á netinu og þú getur fylgst með þeim í raun tíma. Er þetta það sem koma skal? Leysir þetta af hólmi aðra tegundir kannana? Þetta mun ekki leysa af hólmi aðra tegundir kannana, en það sem þetta gerir að verkum að kannanir munu að auknumæli færast inn í einhvers konar gagnagrunnstækni og við erum í raun að svara þeirri þörf. Það gerð ríkari krafa gerð kannana, menn vilja framkvæma þær oftar og ódýrar og það nákvæmlega það sem við erum að gera. Við erum að framkvæma þetta með sneggri hætti, mun ódýrari hætti og sem gerir fyrirtækjunum kleift að nýta þessa tækni, jafnvel litlum fyrirtækjum og félagasamtökum að framkvæma raunverulegar skoðanakannanir innan sinna vébanda. Þannig að En þetta þá háð því, eins og ég var að tala hérna áðan við Sóley Tómasdóttur, að þeir sem að þátt taka í svona könnunum hafa samþykkt það fyrirfram að gefa upp netfangið sitt og taka þátt eða hvað? Sko, okkar kerfi helst notað hjá fyrirtæki sem gerir svona innanhúskannanir, vinnustæðagreiningar, ýmiss konar próf og líka kannanir með fólk sem þau þekkja, viðskiptavina, tengla, með aðra fyrirtæki, byrkja, svoleiðis kannanir. En við erum líka að vinna í því að byggja upp marktæk netsveið
þar sem einstaklingi einmitt skrá sig og samþykki þar með að svara kannanir, bara margar kannanir eins og eru gerðir í dag í gegnum símanum til dæmis. Verðins það má ekki gleyma því að þetta líka þægilegra, þessi vefkannanir er líka þægilegra fyrir svarenda. Fullt af fólki á Íslandi er að vinna lengi og oftast ef maður horfa á svona með fjölskyldu á Íslandi þá þeir bæði að vinna og 1,5 barn og svona og þegar fólk kemur heim þá nenna þau ekki að svara kannanir í símanum og það er oft frekar erfið að fá fólk til að svara svona spurningalistir, sérstaklega eftir verið með fleiri en 20 spurningar á blaði sem þau þurfi síðan að skila til á pósthús og svona. Þess vegna er þetta, við trúum því að þetta er bara framtíðin og við fáum ekkert nema staðfestingar á því hingað til. Hver er svörunin í þessum vefkönnunum hjá ykkur? Sko, það fer náttúrulega eftir því hvers konar kunnun maður er að tala en hæsta svarhlutfall sem við höfum séð er 99%. Já. Og en það er náttúrulega það er rosalega hátt sko. Já. En það er oft ef maður horfa á svona innan húskannanir sko, þegar fólk fær tækifæri til að koma sitt á framfæri á svona einfalda leið þá svara þau en þannig ekki hægt að generalisera með þetta en yfirleitt er þetta svona milli 55 og 65-70%. En við höfum, eins og ég segi, haft mjög hátt hlutfall, sérstaklega í svona kjarakannanir sem við höfum nú gert nokkra af. Það svarar fast kannski svona 75%. Kannski ástæða til að nefna hvað er átt við með vefkönnunum. Við erum með forrit sem aðstoðar við að framkvæma og keyra kannanir. Það er að keyra kannanir það eru 4 meginleiðir. Það er að senda könnun í pósti, í tölvupósti og þá þarf að safna netföngum. Síðan eru menn að nota þetta fyrir opnar og lokaðar kannanir. Opnar kannanir er dæmi að fjölmiðl notar til að kanna viðhorf til vefseturs. Lokuð könnun gæti verið könnun þar sem þú sendir lykil út í pósti, jafnvel í bréfi og þá er þetta að kanna eitthvað mjög viðkvæmt málefni, jafnvel kjósa, það er líka hægt að nota til að kjósa stjórn eða formennsku. Og í 4. lagi þá er möguleikinn að nota þetta fyrir handtölur, það er að gera bara kannanir í Kringlunni eða Smáralind eða í litlum sveitafélögum. Allt þetta eru vefkannanir og 5. leiðin sem við erum núna að vinna að er að þróa vefkannanir fyrir SMS og GPRS-tækni. Þannig að nota svörun í gegnum síma. Og hafið þið byrjað á þessu SMS? Já, það er nú búin að stíga fyrstu skrefin sko. Búin að rannsaka þetta vel og vandlega hvernig margirinn er og við erum að horfa til dæmis upp á lífjaþróun sérstaklega en það má líka nefna sko margaskannanir það gæti verið mjög stór markað fyrir það að geta senda 1-2 spurningar í gegnum VAP til dæmis. Og sem Davíð nefndi ekki, það er náttúrulega kiosk-tölvur. Þetta kerfi er hægt að setja upp á... Sem hvað? Er svona tölvur sem eru staðsettar einhver staðar? Já, til dæmis ef þú fert inn í þjónustu út í bú hjá Reykjavíkurborg. Þar gæti ég ímynda mér að maður gæti svara kannski 1-2 spurningar og meðan maður er að bíða í bíðröð eða kannski í pósthús eða svoleiðis. Með áræðanleikan ef við tölum það eru nú ekki allir með eins og vorum að tala hér áðan ég og Sóley, það er ekki allir með netfang og það er kannski ekkit endilega þeir sem eru ekki með netfang eru kannski önnur tegunda fólki. Hvað með þetta? Er hlutfall þeirra sem að hafa aðganga tölvu og netfangi nógu hátt? Það sem við erum að horfa til er að það er orðið megin hluti Íslendinga er náttúrulega orðið netvættur, komið með tölvu, póstfang eða netfang
og hefur aðgang að internetinu og við erum einfallega að segja hér tækni til að nýta það. Varðandi áreiðanleikana þá kerfið frá grunni hannað með aðstoð aðferðafræðinga. Við leituðum til fólks frá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og þau hafa aðstoð okkur við þetta og við höfum verið í nánu samstarfi við slíkt fólk. Þannig að þetta eina af þessum spurningum sem við höfum verið að horfa mjög til. Við höfum reynt að vanda til verksins alveg frá grunni. Þetta gert, hvað við segja, með raunverulega þarfir markaðins í huga. Já, enda sjáum við það á viðbröðum. Við erum búin að vera með þetta núna í hálft ár og mörg af stærstu fyrirtækjum landsins þegar búin að taka þetta í þjónustu sína og eru þar með að spara stórar fjárhæðir í framkvæmd á slíkum könnunum. Þetta allt frá Árvakri, Deloitte & Touche, Samtök atvinnulífsins og svo framvegis. Þessi stóru fyrirtæki væri ekki að gera þetta nema að þetta væri hagkvæm og góð leið til að framkvæma slíkar kannanir. Og ekki síst örugt, náttúrulega. Já. Við höfum gert fyrir Búnaðarbanki og Íslandsbanki, Alþýðir Samband Íslands. Og það eru aðilar sem leggja mikið áherslu á öryggi, að þetta sé allt bótt hérna. Þannig að þið eru með einhver öryggisstaðla þá sem tryggja slíkt. Já, það verður að bjóða upp á það. Já. Sérstaklega þegar kemur að launakönnunum hjá launþegafélögum og svona það sem verið að spurja mjög viðkvæm málefni, að þá verður bara að vera öryggi í hvívetna. Hvað með viðhorf almennings til svona tölvukannana? Treystir fólk því að þetta sé örugt? Hafið þið kannað það? Sko, ég held að í þessum málum þá er tíma að virka með okkur. Íslendingar eru yfirleitt mjög klár á tölvum og samkvæmt rannsóknum sem PricewaterhouseCoopers hefur til dæmis gert, þá hefur nánast 80% Íslendinga aðgang að tölvum og nota þau líka tölvur í ýmislegt og fyrst við fáum svona hátt svarhlutfall á okkar kannanir, þá held ég að jú, fólk treystir þetta og vil nota tölvutæki til að svara kannanir. En það horfum við fram á mjög mikla notkun eins og í heimabönkum, svara skattinum á netinu, þannig að auknum mæli er verið að byggja upp alltaf meira og meira traust. Já. Þið hafið sem sagt þróað þetta vörumerki sjálfur, Outcome, þetta ekkert sem þið hafið tekið annar staðar frá. Nafnið er erlent, stefnið þið á erlendan markað? Tvímælalaust. Já, áttu að svara því? Já, það kemur endilega í minn hlut. Tvímælalaust þá erum við að skoða það, hins vegar þá þó að menn hafi stóra drauma þá þarf þetta nú að vera á jörðinni allt saman og við hefum verið með í undirbúningi núna í nokkra mánuði svona útrásar hugmyndir en það borgar sig að stíga þau skref svona varlega en því er ekki leina við erum að byggja upp samstarf við einstaklinga eða fyrirtæki í Evrópu og það kemur þá bara í ljós. Er það einhver samstarf sem hefur verið að vinna lengi? Já, sko, ég er náttúrulega hollendingur og ég þekki aðeins til þarna. Ég er búinn að tala við eitt stærsti rannsóknarfyrirtæki í Hollandi og það byrjaði með því að þau koma til okkar, sko. Það var áður en við hugsaðum það einu sína að fara til útlanda með þetta kerfi en já, eins og ég segi þetta er búin að standa yfir í nokkra mánuði og við vitum ekki hvað kemur út af þess en þetta lofur mjög góðu, sko. Vitið ekki til þess að sambærileg kerfi séu í boði annar staðar erlendis? Það var, þegar við fórum að stað að skoða verkefni þá horfum við til stærstu kerfana þessara útbreiddustu kosti og galla þeirra, þannig að við höfðum þau mjög til hliðsjónar og hvernig við gætum bætt okkur og
og ekki síst hvar við getum keppt við í verðum. Þannig að við teljum að við séum með mjög samkeppnishæfa lausn ef við erum að fara út á erlenda markað. En þetta kemur allt í ljós með meinatriðar að halda áfram þessari góðu sókn sem við verum með hér. Við erum búin að ná gríðarlega góðum árangri og við þurfum bara að halda því áfram hér. Art Sjalk, framkvæmdastjóri Outcome vefkannana og Davíð Stefánsson, framkvæmdastjóri vefs samskipta lausna. Ég þakka ykkur fyrir komuna í viðskiptaþáttinn. Takk alveg fyrir. Hér á morgun munum við heyra í Jónu Jónsdóttur frá Háskólanum á Akureyri. Við munum einnig fræðast balance scorecard aðferðafræðina en MBA námið við Háskóla Íslands stendur fyrir ráðstefnu þann 5. júní næstkomandi og fáum við til okkar í heimsókn 2 MBA nema. Ég vil minna á netfang þáttarins, það er viðskipti@útvarp.is og vil ég eins og áður hvetja hlustendur til þess að láta álit sitt í ljós og koma með uppástungur að efni eða öðru því sem ykkur kann að brenna í brjóstum. En viðskiptaþátturinn er búinn í bili. Hermann Guðmundsson kveður, við heyrumst á morgun.